Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðunni klukkan 8, þá var það fréttir, hjá mér María Lilja og Sigurjón Magnús. Herðu svona tilefni af uppbruna kjörins borgarstjóra í New York, að þá frétt frá Indlandi. En þetta nú bara svona eitt atriðunum, hann var að mætti í morgun í New York tíma og kynnti það sem svona teymi sem á að undirbúa embættistökuna. Þetta fylgir því í Bandaríkjunum, við þekkjum þetta frá forsetunum, að hann fær svona ákveðið teymi til þess að undirbúa. Því hann á að taka við í janúar, 1. janúar heldur bara. Og þá þarf að vera búið að undirbúa. Og þarna vakti athygli þeirra í Indlandi, að það voru allt saman konur sem hann taldi til. Þetta svona hist og herfið, við erum ekki svo klók að við getum ráðið í það hver stefna verður með því að segja hverju það voru sem eru í teyminu hans. Það þarna bæði fólk sem hefur unnið tölvöld mikið í demokratafloknum. Herðu, en við skulum fara yfir þessi, það var náttúrulega, þetta eru frétt dagsins, það voru kosningarnar í Danmörku. Þetta er stórmiklu frétt. Við skulum bara fara aðeins yfir það, þetta er úrslitin í New York, hann fær 50,4%, það er ekki alveg búið að telja öll atkvæðin, en ég held að þetta breytist ekki lengur. Hann er að vinna þetta með ekki double digit, eins og ég segja hérna, hann er ekki, fer ekki við 10% munurinn, sem er stundur notað þarna. Bandaríkjamenn eru miklu svona að vera í tölfræðinni, að vera með eitthvað sem er svona sögulegt. En þetta er samt meiri munur held ég að flesti byggust við. Þetta er sögulegt alveg samkvæmt náðalýri, sko. Algjörlega, þetta er líka mikið kjörsóknin. Þegar ég var að reyna að átta með á henni, það var 95% meiri en síðast. Og Andrew Cuomo, hann er með mun fleiri atkvæði heldur en Eric Adams fekk þegar hann fekk 67% atkvæðana. Þannig að þetta er svona dæmi að þegar kosningar eru spennandi, að þá ríkur fólk á kjörstað. En það var kosið víðar sem aðeins, að við ætlum nú svolítið að tala New York kosningarnar, sem við svona skoða annað. Þetta er í New Jersey. Þar var talað að gæti orðið mjög spennandi kosningar, en það voru bara langt frá því. Demokratinn gjörsigrar, þarna var demokrati áður, ekki Mickey Sherrill, en þetta er ekki verið að skipta flokk. Þetta er demokratafylki. Hvað segir þetta það sem gerast í pólitíkinni? Það er svona sveifla með þeim, en þetta er demokratafylki, New Jersey, en þeir hafa oft kosið republikana sem fylkisstjóra, eins og við þekkjum. Við skulum fara yfir í Virginíu, sem var áður fylkisstjóri frá republikunum, en Abigail Spanberger vann þarna með töluvert miklu mun. Það sýnist mér. Gjörsigraði. Þetta átti líka að vera spennandi kosningar, en urðuðu ekki. Og þetta segir náttúrulega að það er svona sveifla. Þetta er líklega Trump áhrif. Trump er óvinsæll forseti. Hann er með óvinsællu forseti sem hafa verið. Þetta er eitthvað 57% sem hafa vont álit á honum. Það er ekki svo oft sem það er slærur í einu í annað, það er ekki þetta að vita bara þetta hvernig skapan í þannig svo kannski óánægja með það sem hann þó gerir. Það er eina kosninga sem ég ætlaði að vekja athygli á líka, sem var kosning í Kaliforníu. Þar er þetta að leggja alls konar hluti fyrir kjóstur, mikið meira beint lýðræði heldur hér, það geta verið að kosið skattabreytingar. Þarna var lögð fram heimild til þess að breyta kjördæmunum. Þetta er eiginlega svar við því sem að republikanar gerði í Texas, þar sem breyttu kjördæmaskipanin hannig að það kæmi svona lágmarksfjöldi demokrata inn í fulltrúadeildina frá Texas. Núna hafa þeir leyfi til þess að demokratanir í Kaliforníu hefna sín með því að breyta kjördæman og þannig að atkvæði republikana sem að þó eru í þessu fylki, sem að er ekkit svo mörg, en þau eru svona aðeins í svona nyrðri hlutanum og í svona í dreifðari byggðum, að þau safnaði öllum saman í bara 1 eða 2 kjördæmi, en að koma bara 2 eða 3 frá republikaflokknum, en svo kannski bara 50 frá demokrataflokknum. Ég sá að Arnold Schwarzenegger var einn af þeim sem að mótmælti þessu harðast. Ég var mjög leið, ég hef alltaf verið mikið Schwarzenegger kona, en hann var þarna. En hann er republikani, sannarlega, og hann hélt mikla ræðu. Á tímabili var hann rosalega vinsæll.
svipað og kannski Mamdani í dag. Og eins og Mamdani, þá var hann ekki fæddur í Bandaríkjunum og getur þar ekki búið sér fram til forseta. Þá voru umræður það hvort það mætti ekki bara breyta stjórnarskránni til þess að Schwarzenegger geti orðið forseti í Bandaríkjunum. Hann var svo vinsæll þarna eins og en hann það ekki lengur. Nei, en það verður seint gert vegna þess að Mamdani vinsæll. Var hann ekki eiginlega tengdarsonur demokrataflokksins? Jú, en hann var mjög vinsæll meðal repúblikana, en hann það ekki núna. Hann hefur gagnrýnt Trump og fleira. Herðu, en þú ætti að spyrja hvað má túlka þetta. Hérna Donald Trump með fréttaskýringu. Hann segir að líklega hefur verið neikvæð áhrif af lokun alríkisins. Hann opnaði fyrir það. Og það sem að repúblikana segja og gagnrýna Trump fyrir að hann hafi verið í staðinn fyrir að taka þátt í kosningabaráttunni, eins og hann ætti að gera, þá var hann bara eitthvað í Asíu að þvælast og þannig að hann hefur gagnrýndur fyrir það heima fyrir. En náttúrulega langstæðsta ástæðan líklega svo að það bara óánægja með stefnu hans í flestum málum. Og þarna við vorum á það með fylgistjórnarkosningarnar í Virginíu að það talið að þessi lokun alríkisins hafi mest áhrif þar. Það til dæmis að það ekki greiddur út fátækrastyrkur sem að snertir 40 miljón manns í Bandaríkjunum. Það kallað food stamps og við þekkjum það svona bíómyndum og svona þegar við lifum svo mikið inn í amerískri menningu. Hvað food stamp? Það eiginlega svona að vera okkur framfærslu að fá okkur stuðning og það fólk sem í vinnu sem að fær food stamp, fólk sem í einum og tveimur vinnum að því að það svo miklu skýta launum að það þarf stuðning til þess að komast í gegnum mánuðinn. Og það hefur verið dregið niður og það ekki síst, það eru mikið riðbelti í Virginíu. Það Appalachian fjöllin og fleira, það sem rótgróin fátækt og það sem að til dæmis ópíóðafaraldurinn hefur farið mjög víða. Þannig þetta svona fylki sem að verður mjög fljótt fyrir því þegar verið að draga úr félagslegum stuðningi. En nú misti ég á ykkur í gærkvöldin, ekki talsmaður Hagkaups að segja að hann sæi breytingar á innkaupamynstri. Og það var frétt sem var svona frekar í morgun, sem var í fréttunum að fólk væri að færa sig yfir í ódýrari vörunar og væri að bíða til mánaðamóta. Þá getur Hagkaup, líklega ekki Hagkaup, kannski bónusleikar, séð að það kemur svona lægð aftur að segja að fólk á ekki penning. Svo útborga, þá eykst veltan. Þetta alveg Þannig að, fólkna ótrúlegasta fólk sem ekki endur saman. Þess að ég sagði hérna daginn, bónusauglýsingin, allt ódýrt. Það lygi. Það allt dýrt. Það alveg svona þessu ódýrast þarna. Þetta samt dýrt, svo dýrt að hluta okkur hefur gefnað að kaupa í matinn. En hversuna fólk þá ekki reiðara? Af hverju fer fólk ekki á mótmælir? Ég man að þegar Meal í Bretlandi fór úr 3 pundum í 5 pund. Þetta snakkbóki og einhver drykkur. Og þá var þetta allt vitlaust og Tesco enduðu á að endurskoða það. Ég kalla eftir Júlían sem í verðlagseftirlitinu hjá SÍ, hann tjáði sig aðeins þetta í hátíðisfréttunum og hann var að benda á það að það verið skrítið að hlusta á þennan mann lýsa þessu, því að gróðinn af högum væri svo slíkur að þeir getur lækka verðið bara þegar fólk á að gefna og kaupa matið og bara lækka verðið. Og fólkið á þessa búð, Gælu lífeyrissjóðina. Lífeyrissjóði með Samherja. Samherji stæðsti enga fjárfestir. Já, en lífeyrissjóðin svo mikið stærri. Þeir gera aldrei neitt. Þeir greiða bara atkvæði eins og ríkikallinn sem á stærsta hlutin. Þannig að, en við skulum aðeins fara aftur til þetta Financial Times og það verið að kannast við svona í aðdragandunum að sagt að það allt vitlaust að fólk myndi bara flýja og þetta væri svo viðkvæm borg, það væri gríðarlega öflugt fjármálakerfi og eitthvað fleira, en Financial Times með frétt þar sem að Mamdani fær svona varfærnislegan stuðning bara frá þessum stóru fjármálafyrirtæki sem þarna og Wall Street Journal líka með fréttum þetta. Það sem að þeir ætla að reyna að finna einhverja leið til þess að vinna með honum og þá náttúrulega von þeirra að það geti svona náð honum yfir á sitt band einhvern veginn að verði ekki svo skaði sem halda að verði af þessu.
reyna mýkjan. Já, en svo það líka þannig að lætin fyrir kosningarnar voru náttúrulega ekki eðlileg þar sem að vera að tala að það væri bara heimsendir í nánd. Þetta maður sem ætlar að hafa ókeypis í strætó, ætlar að hafa dagvist fyrir fólk, þannig getur farið með barnið í dagvist þegar þú verið í vinnuna. Þetta nú allar hugmyndin, hann ætlaði að fara með fyrirtækjaskattana á sama stað og í New Jersey, hinum megin við fljótið. Sem hækkur 3%. Tillögur hans ekkert svo yfirgengilega róttækar. En hann hins vegar talar eins og að völdunum hafi verið rænt af almenningi. Svona sænskur sósíaldemókrati, En ætla ekki Trump að stoppa alla fjárveitingar til? Það er komið ljós hvort hann gerir það, en það er svo víst til þess að gera það. Hann hefur ekki heimildir til þess. En ef það ekki hafa áhrif á frjálsar kosningar, þegar hann segir þetta nokkrum dögum fyrir kosningar, að ef hann sigrar, stopp. Hann vann náttúrulega sigur í kosningar í Argentínu með sömu aðferðum. Ég held hann að hafi örugglega hvatt ansi marga til þess að fara og kjósa gegn undan mig kjósið Como, sagðan. Kjósið frekar ömurlegan demokrata heldur vonlausan republikana sem að myndi ekki geta fellt því að við erum að komast hjá því að fá þennan kommunista. Þetta er náttúrulega stórkostleg frétt. Þetta er ríkasta borg Bandaríkjanna líklega. Þetta er fjölmennasta borg Bandaríkjanna. Ríkasta borgin í ríkasta landinu og það er yfirlýstur sósíalisti sem er að vera borgarstjóri. Við fyrir til Ísrael, það er Haaretz sem að þetta er náttúrulega frétt þar að það hafi verið múslimi? Já, múslim er eitt en hann hefur talað mjög fyrir frelsisbaráttu Palestínumanna og ekkert bakka með það. Það hefur verið mikið gengi á hann í allir kosningabaráttunni og hann hefur gagnrýnt þjóðamorðið og haldið sínu striki. Og þeir Ísraelar eru að velta fyrir það hvernig geta staðið á þessu. Þeir eru ekki vanir því að einhver maður ná einhverjum árangri í bandarískum stjórnmálum og tali gegn Ísrael. Það er eiginlega að þú getur alltaf fundið, þú getur fundið 3 þingmenn í allri fulltrúadeildinni það er bara örfáir sem að gera þetta. Þeir eru að velta fyrir sig hvað veldur og náttúrulega Haaretz búið að svara þessu fyrir löngu síðan. Þeir eru búin að segja að með stefnu sinni sé Netanyahu að eyðileggja stöðu Ísraels í heiminum og þetta sé dæmi að meðal demokrata og mögulega kjósenda demokrata þá er það ekki orðið svona no að tala gegn Ísrael og það mun náttúrulega gerbreyta stöðu Ísrael gagnvart Bandaríkjunum. Þannig þessi stuðningur sem Ísrael eru haft hingað til, hann er ekkert í hendi eftir 1 ár, 2 ár, 3 ár, 4 ár eða 5 ár. Og það er talað að þetta er orðað þannig í Ísrael að Netanyahu hafi eyðilagt svona mjúkt vald Ísrael með beitingu á einu harðavaldi sem er hernaðavaldið og þeir séu eiginlega í það eru fleiri fúlir. Hann heitir Van Jones þessi sem þegar við hóst á CNN einhvern tímann þá var hann mjög oft þarna sem pólitískur aldurskefi. Hann vann eitthvað með Obama á sínum tíma sem svona samskipta ráðgjafi. Hann er að tala að ræðuna sem Mamdani hélt sigurræðuna og segir að það hefði verið svakalegt að hlusta á hann. Þar hefði alveg skipt tón. Þessi brosmildi maður sem hefði verið í kosningabaráttunni, allt í einu hefði mælt bara harður maður, brosti ekki neitt og talaði að við höfum unnið og við getum breytt og þá var hann að segja að maður bjóst við því að kæmi maður fram sem að myndi segja já, ég var kosið borgarstjóri af þeim sem að kusu mig en ég ætla líka að vera borgarstjóri þeirra sem kusu mig ekki eins og það er svona oft gert. En þarna hann lagði áherslu á að þetta væri sigur þessar hreyfingar og þetta væri eiginlega eini valkosturinn sem væri á móti Trump að New York yrði leiðarljósið í baráttunni gegn Trump. Hann talar sig sem helsta svona óvinnið eða helstu ógnina við Trump. Hann talar þannig sjálf sig. En ég hlusta á þessa ræðu. Ég var mjög hrifin af þessari ræðu því að hann er að tala að New York hafi verið byggð af innflytjendum og innflytjendur hafi samnað saman og fylgt liði í kringum hann fyrsta borgarstjóra af erlendum uppruna, innflytjenda og mér fannst þetta ansi fín ræða. Já, hann nefndir alls konar hópa, þannig að hann kemur þarna fram sem fulltrúi hinn jaðarsettu, fátæku, þeir sem hafi ekki haft aðgengi að valdinu, hann birtist þannig. Eftir þetta þá gæti svipa gerst annars staðar. Það er búið að brjóta eitthvað ís eða opna einhverja dyr
Þá segja menn alltaf sko, já, New York bara New York sko, New York ekki Bandaríkin, þannig að þú getur ekki boðið þennan mann fram einhver staðar inn í einhverju riðbelti eða Michigan eða í Suðuríkjónum eða. Einhverju fá kjark til að bjóða sig fram. Þá þurfa menn að endurskapa þetta hver á sínum stað, hverjar eru kröfur. Já, það mikilvæg fyrirmynd, hann það. Þetta múslimir ekki kosin sko í Alabama. Nei. Ég átti ekkert endilega við það, heldur bara eitthvað sem að stígur ekki dansinn með Trump. Eftir að ári út allan heim að sá það þegar maður farið við blöðin að þetta er skrifað þetta allstaðar. Þetta er næstu bara eins og svona vunnið forstakostingarnar. Þetta eins og ég var að leika mér að fara til Indlands og svona, en ég með að geta týnt þetta upp sko í ítölsku blöðin eða spænsku blöðin, allir voru að fjalla þetta. Og til dæmis í svona vinstri pressunni sem að ennþá er til í Skandinavíu, Klassekampen og Information og svona, þar er verið að fjalla þetta og verið að draga svona ályktanir af þessu út í tengslu við pólitík viðkomandi landa og við ætlum að fá Sönnu Magdalenu í lok fréttatímans til þess að kannski að ræða það hvaða merkingu þessi sigur hefur fyrir pólitík annars þar. Já, hún er svona okkar sósíalisti í borginni. Herðu, er frétt frá New York Times, það er komin verið að fjalla eiginkonu Mamdani sem heitir Rama Duvai. Hún er fædd í Bandaríkjunum en er af sýrlenskum ættum. Já, hún fór í listnám í New York og það er nú þannig sem að þau kynnast þegar hún í rauninni kemur til borgarinnar. Ég veit ekki hvort þið sáu það voru giftingamyndirna þar, það voru mjög fallegar, þetta eru mjög mikil New York hjón. Giftingamyndirna þar voru í svona lestinni, neðan ég er að lestinni í New York. Hún er mjög fallega myndir, en hún er svona, að mörgu talin vera svona hönnurinn og bak við allt framboðið. Hún sé svona í tengslu við svona, hvað ég var að segja, svona underground jaðarsenuna, bæði í listum og svona í aktivistma og annað. En einhverjir miðlar töluðu hana sem svona alúf, ég veit ekki hvernig ég á útskýrta það, svona eins og hún hafi verið svolítið svona fjarlæg og látið lítið fyrir sig fara og jafnvel hafi verið svona hálfa afskiptalaus, svona, hvað var þetta frambóð, en hún samt sem aður bara, ég held að þetta sé bara virkilega fín borgarstóra frú, hún er 28 ára gömul. 28 ára gömul. Já. Við gerum ekki aðtökt þetta við hana, en líklega hefur hún kannski látið fara lítið fyrir sér af því að hún er náttúrulega af sýrlenskum ættum sem er ennþá verra heldur en að vera múslimi af indverskum ættum. En ég er með mynd af þeim hjónum þetta og þarna eru foreldrar hans og foreldrar hans eru náttúrulega báðir mjög merkilegir. Mahmoud Mamdani er stjórnmálafræðingur, hefur skrifað fjölda bóka, hann er fæddur í Afríku, það er náttúrulega svona frá Indlands skaganum fólk sem að nær langt inn í Mið-Afríku og alveg til Suður-Afríku, við þekkjum það bara sögun af Gandhi og fleira, sem er fólk sem hefur oft verið svona séðum kannski stjórnsýslu og menntun en líka í viðskiptum, oft miklu betur sett fólk heldur en almenningur þar almennt er. En þau voru hann er fæddur í Afríku og meðal annars var hann einn af þeim sem að Idi Amin hent út því að hann vildi losa Úganda við Indverjana af því að þeir væru svo ríkar en hinnir og vildi taka eigur þeirra og heppin hafi ekki verið étinn. Og pappinn var sendur úr landi en kom síðan aftur og hann er ríkisborgari í Úganda og þar fæddist Mamdani yngri. Mamman er náttúrulega kannski sem að við ætlum að þekkja betur, hún heitir Mira Nair og það var Salam Bombay var mynd sem að ég held að kannski flestir hafa séð eftir hana. Hún hefur gert marga myndir, bæði leiknamyndir. Þetta er svona leikinmynd svona, og jaðrið þess að vera heimildamynd því að hún tekur svona eiginlega götubörn og býr til sögu í kringum það og þau leika eiginlega sjálfan sig og er eiginlega stórkostleg mynd. Þannig að bæði þessi hjón eru það sem eru kallað svona nebóbörn. Þetta er ekki fólk úr verkalýðsstétt. Þetta er fólk með margra kynslóða menntakapital á bakinu. Og menningarkapital. Já. Herðu, en Mokkin hann var með frétt af þessu, meðal annars þessa, sigur Hamas-liða á meðan Íslendingar fagna.
Sagður Hammersley og meðal Íslandika færna svo bara svona til þess að geta það. Já, sagður Hammersley. En það var sá sem að sagði að vera Hammersley var víst einn af þessum sótsvörtu ráðurum í ríkisstjórn Ísrael og enginn held ég að við tekið það upp, sko. Nema Moggin. Moggin eiginlega komin á alveg mjög undarlega stöðu. Alveg svaka. Man finnur þetta svolítið þegar maður að fara yfir heimsfréttirnar og að skoða fjölmiðla hér og þar. Moggin eiginlega algjörur í sérstöðu. Hann kannski minnir mann svolítið á New York Post sem er það sem að Murdoch hefur notað sko, til þess að sko, kasta einhverju skít í andstæðingana. En Moggin ekki í neinu svona takti við Times í London eða Aftenposten í Oslo eða Berlingske í Danmörku. Sjálfur hefur Moggin breyst mikið á svona síðustu áratugum. Já, svona til þess verra. Já, til þess verra, já. Svo voru ég aðeins að skoða þetta þegar ég var að sækja þessar frétta og þá sé ég að þetta ekkert mertar fréttinar. Það svona hellinga fréttum sem eru svona frekar svona leiðilegar. Þær eru ekki mertar, sko. Nei, það er bara meginreglan samt að það séu mertar fréttinar, sko. Það veit ég hver skrifa. Já, það er eitthvað fílubóki sem felur sig á bakvið, ritstjórn @mbl. Það er mjög hættulegt að fjölmiðlar að búa til svona vettvanga sem þú getur verið að kasta fram einhverjum skoðunum sem að þú getur ekki staðið sjálfur við. Það er algjört ómark slíka smáni, sko. Herðu, Dirty business. RÚV var náttúrulega með eitthvað sem verður að telja svona dásamlega frétt. Já. Það var hjón sem áttu börn og eignuðist bara litla stúlku sem hafði ekki hugmynd að vera leiðni. Nei, alveg óvænt. Ég heyrði aðeins stuttlega svona viðtalið við hann í fréttum og hún fann fyrir einhverjum verkjum og svona leið eitthvað svona undarlega bað manninn að keyra sig upp á kvennadeild og þar kom bara lítil stúlka. Ekki það, hún held ekki að hún held að það var eitthvað aðinni eitthvað starf á þeim slóðum að þetta heima í kvennadeildinni. Einmitt. En hún var svona, hún fennir fast, ég meina, verkefni væntanlega kunnulegir, hún átti börn fyrir, hún hefur hugsað sér ætlið að geti verið, en það kom í ljós að þegar hún var skoðuð að það var auka hjartsláttur í henni. Þetta er ekki ótrúlegt. Mér finnst þetta alveg magnað. Þetta er skemmtilegu glaðningur. Ég var að hlusta á viðtalið því að stundum þegar maður einhverju orðið fyrir svona áfall og svona, þá er svona eins og fólk sé að tala á þess að hafa svona almennilega átt að sjá því. Ég var eiginlega, því það allt í þessi komi bara heilt líf, sko. Það er ekkert starra í heiminum með lítið barn. Sko. Nei, engin fyrirvari. Engin fyrirvari. Og þetta er ekki búin að undirbúið. En þau frá því að þau komu á kvennadeildina, barnið fæðist og þá kemur að upp herðu í hverju og fara með barni heim. Ekki með neitt. Það er ekki með neitt. Nei. Því var bjarga. Já, því var bjarga. Það meðal annars að ljósmaðurum og starfsfólki spítalans sem Foreldrar notuðu þessa 9 mánuði sem konan gengur með barnið til þess að venja sig við tilhugsunum. Þannig að það séu undirbúið þegar það kemur. En þegar það missir það allt í einu bara færðu barn. Það er held ég að sé. Já, það er ansið sérstætt. Þetta falleg saga. Já, en þetta gerir svona einu sinni ári hérna. Já, einu sinni ári, einmitt. Kom fram í viðtali við ljósmóður, eða ekki? Jú. Jú, þetta er mjög fallegt og skemmtilegt. En einmitt, það kom mér óvart að þetta væri svona, já, þó svona algengt. Herðu, það er frétt sem er af RÚV, þetta var nú víðar, þetta er tilboð sem er frá félagi Landssambandi smábátaeigenda, þar sem Kjartan Sveinsson er orðið formaður, hann var áður formaður í félagi strandveiðimanna og þar gerðu þau svona tilboð í kvóta og þannig bjóðu að kaupa 30.000 tonn af þorski á 4 milljarða. Já, til leigu. Þeir vilja fá, og svo greiða þær tilbaka. Já, svo veiðigjald eiginlega. Þetta er 133 krónur á kílóið sem er það er lægra heldur en að gangi einhverju kaupur sölum en miklu hærra sig en miklu lægra heldur en veiðigjöldin. Ég fór og sló þetta, það var verið að úthlauta kvóta núna daginn sem voru 287.000 þorskígildis tonn og það myndi því að ríki geti fengið 38,2 milljarða ef við myndum ganga þessu tilboði og fengjum samskonar tilboð frá stórútgerðinni. Og það er talað að eftir hækkunina þá geti veiðigjaldi endað í 17. Og samkvæmt þessu þá er það 21 milljarði og látt. En ef maður fer svona aðeins eins og þetta hefur verið til ársins 2024 að þá borgaði útgerðin bara 11 milljarða og þá vantar það 27.
milljarða miðað við þetta verðmat hjá smábátaugunum. Við tók bara Brim að það í fyrra því að þetta ár ekki búið, það ekki komið ljóst hver viðgjöldin eru, að þá voru þau að fá afslátt upp á 2.478 milljónir, Samherji afslátt upp á 2.362 milljónir. Já, með þetta tilboð sjómannanna. Já, sem að ekki galið. Þetta ekki sett fram til þess að skapa ykkur umræðu og ef að ríki myndi segja já við þessu að þá hefðu ekki efna þessu, það ekki þannig. Nei. Þetta bara svipað og þeir að leigja hvort sem og eiginlega undir því. Já. Það kraftur í þeim. Já, finnst það flott, ég ánægð með þetta. Það frétt af samstöðinni sem byggt á viðtali sem verður í Rauðaborðinu á eftir. Já, þetta nú úr þættinum Réttur settur eða þeim hluta þáttarins. En þar fara þeir Björn Þorláksson og Gísli Tryggva yfir svona lögfræði álítamál í fréttum. Gísli á þeirri skoðun að ríkislögreglustjóra verði tímabundið vikið frá störfum sem er mjög áhugavert. Við tölum að segja það kæra að líklega væri hún kannski bara að bíða eftir því að hún fengi reisupassan og þá eftir launin. Þorbjörg Sigurður sagði í gæra að hún hafi fundað með ríkislögreglustjóra út af alvarlegri stöðunar og við vorum svona veltaði fyrir okkur að þeir eru búin að segja svona mikið þá er voða erfitt að bakka út úr þessu. Akkurat. Ég einmitt með fólk að ræða sama mál í þættinum í kvöld með Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, Eva Hauksdóttir lögmaður og Helgi Gunnlaugs prófessor í afbrotafræði. Ríkislögreglustjórann. Já, og við áttum virkilega skemmtilegt spjalli, þetta eru ólíkt fólk úr ólíkum áttum og við vorum svona svolítið að ekki fólk sem verið saman í sund? Já, ég veit ekki, ég myndi nú fara með mér í sund öllum, held ég bara. Þetta var virkilega gott spjall og það var, við vorum svona að velta fyrir okkur hvers vegna eru hlutirnir öðruvísi ef að lögreglan brýtur lög og þar fram til göttunum. En ljóst að hún segja brjóta lög? Já, hún hefur nú sagt það sjálf og hún vissi að hún væri svona hún væri að hún er ekki viðurkennd að brjóta lög. Nei, hún hafi farið á svig við reglur í rauninni. Já, og þá vorum við að tala um útboðsreglur. En við erum ekki bara að ræða þetta mál, við erum líka að ræða mál lögreglumannanna sem að voru ákærðir bara núna í vikunni fyrir brotastarfi. Annars vegar fyrir að fletta upp í lögkerfinu og hins vegar fyrir að hlera. Það eru lögbrot. Já. Brot og hegningarlögum. Þorbjörg Sigríður var líka í fréttunum út af námsfólki sem kemur frá Pakistan og Filippseyjum. Það komið svona aukning á fólki sem vil koma hingað í nám. Og það hefur verið fréttur þetta hefur verið á samfélagsmiðlum verið að vekja athygli á þessu, að væri góð leið til þess að komast til Íslands. Væri líka ókeypis heilbrigðisþjónusta og skólakerfi og þetta væri snjöll leið og Þorbjörg Sigríður hún að fara að skoða þetta og telur þetta að vera þetta alveg mjög ólíkindum. Hún Þorbjörg Sigríður sem að fór í nám sjálf til Bandaríkjanna og hafði með sér þar þangað, eiginmann og 3 börn. Hún vill meina það að sé einhverja vísbendingar að fólk misnoti þetta kerfið og hún nefnir sérstaklega fólk frá Nígeríu, Ghana og Pakistan. Ekki Filippseyjum, það voru flestir sem koma frá Filippseyjum. Já, nei, hún nefnir það ekki sérstaklega. Hún nefnir Nígeríu, Ghana og Pakistan. Því að fólk það brúnt á leitin. Já, maður spyr sig. En Gauti Kristmansson, hann prófessor og deildarforseti Íslensku og menningardeildar Háskóla Íslands og hann setti frá sér pistil. Hann svarar henni eiginlega svolítið svona fullum hálsi. Og ég mæli með því að fólk að lesi pistilinn hans, en hann segir þetta að þetta sé bara byggt á orðræðu, svona umulegri orðræðu útlendinga og líðskrumi og hann vill meina að þau sem sækjast eftir að læra hér íslenska sem annað tungumál, þetta séu helstu brimbrjótar íslenskra tungu sem áhendur högg að sækja og hann vil meina það að þetta sé fólkið sem muni koma til með að bjarga íslenskunni. Já, mjög gott fyrir Íslendinga sem er lítil þjóð
hafa fólk í sem allra flestum löndum sem hafa eitthvað tengsl í landið. Akkurat. Það bara mætti segja að vera öryggisjónamið. En hvað er það sem að Sólbjörg Sigríður vill? Við erum að segja það að við viljum hafa þetta svona, en að fólk sem að til dæmis býr í Bandaríkjunum getur komið hingað í nám og fengið námsleyfi, þau eru ekkert í EES eitthvað viss. En við viljum þá breyta lögunum þannig að þetta sé bara fyrir þá sem að koma frá löndum hvítra, en við viljum ekki frá fólk frá Afríku. Sko eins og hún talar, þá það sem að hún virðist vera að biðja en ég meina þetta lítur að ganga jafnt yfir allan, hún ætla að fara að semja sérstaklega einhvern veginn í gegnum háskólann, ég veit ekki hvað hún ætla að fara því. Sko Silja bara... Það er almennar reglur sem eiga ekki að vera almennar. Einmitt, en hún talar þetta að fólk sé ekki að sinna sínu. Það var annar pistill sem ég sá í dag eftir Sigríði Hagalín, þar sem hún talar að hún nefnir staðreyndir og 15 Íslendingar hafa farið í grunnnám í Íslensku Háskóla Íslands, en 734 erlendir nemendur eru í námi í íslensku og eftir fyrsta árið þá tala þau, lesa sér til gagns og komast í gegnum bara samtal stjórnmál og bókmenntir og fleira og þannig að þetta er mjög stór hópur. Ég las greini til Sigríði Hagalín Björnsdóttur, hún fór að hitta þetta fólk. Já, einmitt. Og hún hélt út að tala einhverja barna ensku við þetta, sko, en nein, það bara talaði fólki bara íslensku og spurði, hafði lesið bók eftir hana og Þetta er íslenska fyrir sem annað mál sem við kennt upp í háskóla. Já. Og það er gríðarlega ásókn í það að sömuleyti vegna þess að það er ekki boðið í neitt svona framhalsáfangar. Það sem þú getur lært á í mými og dósaverksmiðunni og multikulti og þessum tungumálaskólum. Það er svona, þegar ég var að tala við innflytjendur og kennara í þessu, þá segja þeir kannski að þetta nær kannski upp í svona 4 en sem að geri því svona bara slarkfæran til þess að vinna í uppvaski og ferðast í strætó og eitthvað slags. En ef þú vilt svona geta notað íslenskuna kannski bara sem borgari eða elskhugi eða eitthvað svoleiðis, þá vantar eiginlega það tungumálanám. Og eina leiðin fyrir fólk er að fara í sækjum háskólanám. Og ég meina þau voru að segja að það mætti alveg vera kannski svona 2-3 stig þarna á milli, því það er kannski hentar ekki öllum að fara bara í akademískt háskólanám, bara vegna þess að þú vilt geta, verið vilt bara vera fullgildur borgari. Það fólk sem hefur farið í gegnum svona íslensku námskeið og þessi námskeið, og ég þekki til, þau tala öllum þetta að það vantar samtals kennsluna og það er einmitt eins og segir bara í hversdagslegum hlutum og bara að æfa sig í framburði. Námsgögnin eru úrelt og það er ríkisstjórnin ætti að vera að gera eitthvað stór átak í því að efla tungumálanám fyrir innflytjendur. Það er ekki vegna þess að útlendingar vilja ekki læra íslensku, heldur erum við bara ofboðslega lélega að bjóða upp á hana. Herðu, þetta er frétt frá Trumpistan. Hann hefur sagt þetta áður, að það þurfi eiginlega bara að losa Gaza við Gazabúa og hann var að segja þetta aftur í gær og hann er að segja að það þurfi eiginlega að losna við svona 1 til 1,5 milljón og þetta er náttúrulega, hann hefur þetta frá Ísrael, stjórnvöldum Ísrael, sem að reikna það út af því að þau líta á að þessu er búin að ná Gaza og það verði svona hluti af þeirra svæði og þá þarf að fækka palestínumönnum að því að innan Ísrael þá vilja þau helst ekki, það vilja að gyðingar séu svona 80% af íbúum og þá þurfum við að losna þarna við 1,5 milljón og Trump segir þetta svona annars slagið, svo þykist hann ekki segja þetta og þetta er kannski enginn af því sem stundum er sagt að hann endurómar alltaf það sem maðurinn sem hann talaði við síðast þannig þegar hann segir þetta, þá veit maður að hann hefur verið að tala við Netanyahu svo kannski líða 3 vikur og hann fer að segja eitthvað allt annað og svo segir þetta aftur þetta er náttúrulega En það er ekkert láta á árásunum á Gaza. Ég meina að það eru 81% bygginga þar eru bara, svo mikið sem að hruni komnar. En þau héldu áfram með loftárásir í dag og einfaldlega til þess að bara kvæfa sig að fletja út í rauninni þessar rústir sem eftir eru en það hefur einmitt verið talað þetta að núna standi til og ég meina það býður fólk svona í starthólunum svona settlerar í að komast reynilega inn á Gaza til þess að geta numið þar land og rænt landi landtökufólki og það sé bara verið að undirbúa það Maður les líka fréttir það að fólk að hittast aftur sem að hefur fjölskyldur sem hafa sundrast og verið út allt og
þannig að en það er innan einhverjar svona rústir en samt er þetta einhvern veginn eitthvað jákvætt og fallegt við fréttirnar að fólk eru ekki sérst kannski og óttast hvort annað mánuðum saman og núna loksins að ná saman, líklega til þess að vera hrakið aftur. Og eins þessi gíslar sem eru verið að sleppa úr haldi Ísrael, það sem kallað er oft fangar, palestínski fangar í Ísrael, sem eru þar án dómsalaga, þeir eru að svona sameinast fólkinu sínu, margir hverjir eftir mörg ár, jafnvel áratugi í haldi án dómsalaga, þar sem þeir hafa verið pyntaðir og í mörgum tilfellum eru pyntingarnar sálrænar þar sem að þeim því er haldið fram við þá að fjölskyldunum þeirra séu dánar, þeim eru jafnvel sýndar falsaðar myndir af líkum þeirra og annað slíkt, þannig að það er mjög fallegar stundir svona þegar maður sér það fólk samlist. Fólk finnst í hörmungunum. Herðu, bankaránið furðulega sem var út af einhverjum feil hjá reiknistofnun bankana sem var bankadreiga, taka það fram. En nú eru fleiri grunaðir, þannig að þetta hefur spurst eitthvað út. Já, þetta er líka lengri tími en við höfum haldið. Var ykkur ekki sagt frá þessu að maður geti farið og sótt pening? Einmitt. En hvernig er það, þegar innbrotsþjófur brýst inn í hús, en það er í rauninni ekki læst? Það er innbrot. Já, en það er ekki, en það er svona, var alltaf að tala um að það væri svona, kannski aðeins svona, og svona, ef þú ert með opna hurð og það er svona sem tryggingamál. Í þessu eru þeir að taka peninga út af eigin reikningum. Það var hægt að taka pening út af reikningum þótt það væri ekki peningur. En var þetta ekki peningur þegar það var komin inn á þeirra reikning? Það er sem að ég held að dæmið húsið væri ekki... Nei, ég er hugsun svona tryggingafélögin, þau segja svona, já, ekki mér að það glemtir að læsa, orðið þú. Það frekar að bankin kæmi í þetta hús þitt og legði bónuspoka fullan af peningum á tröppurnar þess. Þú kemur fram og máttir vita að þú áttir ekki þessa peninga. Þú fórst og keyptið jeppa og bitcoin fyrir þá? Já, ég hefði náttúrulega keypt mér jeppa og bitcoin. Jeppa og Tesla. Hvað hefði gert fyrir alla þessa peninga? Hvað gerir við peningar sem reiknist og bankana gæðir? Ég keypti mér jeppa. Þið finna ekki til með bankunum í þessu frekar en öðru bankunum? Nei, við gerum það ekki. En það var eitthvað maður sem þeir keyptu jeppan af. Já, þetta finnst mér mjög áhugavert. Sem er frá Litáin og segir að þetta hefur verið landasýnir, allan að sá sem keypti af honum jeppan. Já, og hann velti því fyrir sér að ástæðan fyrir því að allar hans eigur og inneignir séu fristar, allir reikningarnir, það er ekki eins og hægt að leggja inn á hann laun, nú var ekki hægt að leggja inn á hann launin núna mánaðamótin, hann borgaði 5 milljónir fyrir henni jeppa. Já, þetta er fínst jeppi. Sem er mikið meira heldur en hann kostar raunlega, sagði maður sem seldi. Já, og að því hann keypti eitthvað svona búnað með tjaldbúnað. En þetta er virkilega áhugavert. Hann seldi þessi jeppa og var borgað með þýfi og þar með lendir hann í vandræðum. Hann er í gríðarvandræðum. Peningur fór inn á hans reikning. Og hann og hans eiginkona. Bara allt gaddfriði hjá honum. Og hann getur ekki reikið sitt daglega líf bara. Og það verið stengi geta aðstoða, hann er búin að hafa samband við lögmenn og þeir við lögreglu og við bankana og það benda allir hver á annan og enginn ætlar að opna reikninga þessa manns sem á von á barni og er mikið kvíðinn yfir þessu öllu saman. Viðskiptaráð stjórnar á fréttunum okkar, þessi fréttar út allt. Það var að viðskiptaráð hafði gert einhverja könnun og komist að því að það veri oftar lokað leikskólunum í Reykjavíkurborg og ég leit að fylgja með önnufréttina, einhvernir sem hefnis, nei, það er ef ég fæ aftur sömu sem að var, það er önnufréttina sem er skólakyrrið. Og maður velti því hvaðan kemur þessi rosalega áhugi viðskiptaráðs á skólakerfinu og einkunum og alls konar. Málið er að það er gömul frásögn sem er þannig að á Vesturlöndum var það þannig sem tekið kannski Trump að þegar iðnaðar fyrirtækin fóru til Asíu að þá var auðvaldið eftir í viðkomandi landi án verkefna. Þeir héldu áfram að græða
og það þurftur að segja hvað við að gera við allan peningin okkar. Og þá eitthvað sem bent á þannig svona opinber geiri ef við ekki að fara að taka hann yfir bara ef við ekki að fara inn í heilbrigðiskerfið meira eða í menntakerfið meira eða eitthvað svona það sem að þau opinber hefur áður sinnt og þaðan kemur þessi ásókn enga fjármagns sem að hleðst upp hagnaður en hvað er að gera við hann ef að tækifærin ekki nóg þannig að þá ferðu yfir í opinbera þjónustu áður og ég held að við sem að horfa á eitthvað svoleiðis að við að skoða það hvaða peningar þetta eru sem í íslensku samfélagi sem að verða eða upplifa það, þeir verða að komast inn í skólakerfið. Því að áhugi viðskipta ráðs á skólakerfinu er ekki alveg í lagi, sko. Nei. Það er og einhver trúi því getur verið ýmislegt að skólakerfinu en það getur ekki verið svo slæmt að það skáni við að viðskiptaráð takja það yfir. Nei, við viljum það ekki. Það er ekki spurningin er hvort það getur grætt á því. Já, það er málið. Herðu, en þetta tengdist því að það kom ég held að Líf Magnúsdóttir sé að svara fyrir þetta að það sé erfiðara að manna í Reykjavík af því að fólk hafi farið yfir í þau sveitafélög sem hafðu breytt sínu kerfi svona eins og Kópavogsmódelið talað og að það áfum fleiri og það sé orðið og með því að það sé þannig að það sé öðruvísi starfsaðstæður í næsta sveitafélagi þar sem að vinnudagurinn er styttri að þá verið erfiðar að manna í Reykjavík, ég veit ekki. Ég held að sé bara almennt erfitt að manna leikskóla. Það er líka þannig. Ég ætla að segja eitthvað frétt frá París. Það er allt vitlaust í París. Það var að opna á efstu hæðinni á því sem kallað BHVF. Það sem svona gamalt og mjög settlegt svona department store var þetta kallað í Kanada. Þetta er eiginlega... Já, svona magasín. Magasín, þetta er eiginlega forveri allra kringla, það sem er eiginlega sama fyrirtæki sem rekur þetta í mörgum deildum og þar er búið að hleypa inn á efstu hæðina Shein sem er netverslun kínversk. Ég held að maður segði Shein en ég heyrði Jóhannu Vigdísi bera þetta svo flott og eðlilega fram sem Shein. Ég vissi ekki alveg þetta væri til en það hefur margir í París sem vissu það. Bæði flyktist fólk þarna af því að þetta er hræódýrt, þetta er svona kallað, þetta er svona tískuvara sem er framleidd bara. Já, svona fast fashion er það kallað á ensku. Já. Fullt af fólki, en svo er líka fullt af fólki að mótmæla og bæði almenningur vegna þess að það eru talið að þau brjóti gegn öllum svona öryggisstöðlum og þannig að sé mengaðar vörur og þau kannast þessar fréttir að fólk fái ofnæmisviðbrögð. Allt sé svo hræðilegt sem kemur frá Kína og svona. Þetta er byggt á vinnuþrælkun, ekki bara í Kína, þetta út allan heim. Þannig að það var slíkt fólk sem var að mótmæla en líka kaupmennirnir í París voru alveg brjálaðir að þetta skyldi vera komið hingað. Þetta er fyrsta búðin sem er opnuð sem að Shein opnar og ég ætla að tema og þetta dót er ekkert með búðir þannig að þetta gæti orðið þróun í þá áttina. Uppafið að öðru og meira. Já, þannig að kaupmennirnir sjá sæng sína útbreyta. Það kemur fram í þessari frétt að stjórnvöld hafa brugðið strax við og gefið Shein 48 tíma til þess að svara fyrir ávirðingar að þeir verða að selja þar kynlífsdúkkur sem að myndu að börn og líka vopn, það eru hnúajárn og eitthvað fleira. Forstöðumenn Shein svaraði með því að þeir ráðu ekki alveg við þetta því að þú getur selt í gegnum, þetta er ekki allt. Það er svo Amazon, þú getur verið svona einstakur seljandi. Það er ekki allir sem að þeir framlega. Þeir fá 48 tíma, annars verður loka fyrir netið verslunina. Þannig að sjáum við hvernig frönsk stjórnvöld stökkva til og verja sína hagsmuni. En það sem er mjög skrítið við þetta því að þetta var náttúrulega ekki að opna þetta ekki bara óforvandis. Nei. Þetta er búið að vera leiðin í 12 tíma en bara leiðu þetta opnaði og þetta vekur svona mikla athygli í París og slegist þarna fyrir utan að þá bregðast stjórnvöldið svona hratt. Ég ætla að birta mynd af þetta er BHVF, þetta er verslur, þetta er á Hotel de Ville er þarna beint á móti sem er ráðhúsið þeirra. Ég veit ekki hvort þið þekki þetta. Þetta er út í Rivoli. Þetta er mjög sögufrægt hús. Þetta er svona dæmi að frakkarnir eru ekki ánægðir með þeirra svona vígi falla í hendunar á sumrin. Ég segi ekki að þessi jafn hneykslaðir og þeirra Íslendingar voru að kaupa Magasinet du Nord í Kaupmannahöfn. En það liggur við. Já.
Herðu Sín var að skila og þeir eru að tapa ennþá á þriðja ársfjórðungi, þeir eru búin að tapa 757 milljónum á þessu ári. Sko þetta getur ekki endað nema að fjölmiðlarnir verða teknir af markaði. Það er bara fjölmiðlarekstur þannig, þú getur ekki haft hann skráðan á markaði og skilað inn tapi. Ég hitti ónefnda fréttamannsku af Sín daginn og var svona aðeins að spyrja hérna út í þetta og það var þungt í einu hljóði. Það var svona þetta er erfitt, þetta er svona þungur róður og þau finna augljóslega fyrir því að hérna, já það er þarna eitthvað í pípunum en svo á móti kemur að þannig líður fjölmiðlafólki eiginlega alltaf, allur minn fjölmiðlafólki. Það er skiljanlegt að fólk sér að það er ekki framtíð, sko. Það er ekki framtíð að þessi eigandi eigi í fjölmiðlana. Þessi eigandi gæti náttúrulega tekið á af markaði, en þá þarf þeir sem eru stæðstir einkaaðilarna sem eiga kannski 30-40% í þessu, þurfa að kaupa alla lífeyrissjóðina út, sem er töluvert átak. Og fyrir sjáanlegt að það er engin hagnaður í fjölmiðlum, hvorki á Íslandi niður annars staðar, fyrir sjáanlegur. Það er á baku tjöldin er að verða að íta undir það að Moggi fá að kaupa þetta. Herðu, en að því við vorum að tala hérna borgarstjórann í New York og að við ætlum að fá Sönnu Magdalenu hérna rétt á eftir. Þá er hérna frétt, ég var með graf í gær hérna skoðanakönnun hérna fyrir borgarstjórnarkosningarnar í Kaupmannahöfn sem verður 18. nóvember. Það sem kom fram að Enhedslisten sem er líklega líkastur sósíalistaflokknum eins og hann var og sósíalíski þjóðarflokkurinn sem er kannski svona líkur svona VG Steingríms Sigfússonar og svo lítill flokkur sem er kallaður valkostur svona alternativ hérna sem að er eiginlega svona eins og VG þótt að þeir hafi ekki verið það sko, þeir hafa ekki kynnt sér sem umhverfisflokk eða sem sósíalista en stefnusgráðan þeir svona, þeir geta mynda meirihluta þannig að það yrði sem sagt ekki sósíaldemókrati borgarstjóri í Kaupmannahöfn í fyrsta skipti í 100 ár. Og þessi kona þarna, þetta er Karolína Lindgård og hún er í þessu litla flokki sem að hún gæti sem sagt myndað þennan meirihluta og þetta er náttúrulega mikil söguleg tíðindi. Og líka að þarna séu flokkar sem eru eiginlega vinstra meginu í samfylkinguna á okkar mælikvarða með meiri hluta í Kaupmannahöfn. Þannig það er nú ekki meiri hægri bylgja heldur þar. Herðu en ég ætla að Sanna kannski skýtur sér inn en á meðan hún gerir það þá ætla ég að sýna ykkur hérna leifarnar af maskinukönnun sem var í gær traust til hérna ráðherra. Þetta er traust til forsætisráðherra og þetta nær alveg aftur til Geir Haarde. Og þið sjáið hérna að það er mjög fátítt að forsætisráðherrar á Íslandi eftir hrun njóti meira fylgis, meiri stuðnings heldur en vantraust. Og það er hérna Katrín Jakobsdóttir þegar hún fer hæðst þarna þið sjáuð í 61% og 90% sem voru hérna bara ekki traustilegnar að þegar Kristrún Frostadóttir tekur við þá er hún með betri stöðu heldur en Katrín Jakobsdóttir eftir COVID. Þannig að ég held að ég var eitthvað að segja þetta í gær að engin stjórnmálamaður komið með aðra eins innegnin í pólitíkina. Það held ég að sé þannig og þótt að það sé að auka staðins óvinsaldir hennar þá er hún í sko sögulegu samhengi allt annað og við skulum bara svissa yfir í fjármálaráðherrann strax. Þannig sjáum við að Davíð Már, hann er eini fjármálaráðherrann síðan hérna í hruni þegar Steingrímur Jóð er að taka við sem er með jákvæðar og fleiri sem að bera traust til hans heldur en hérna er það ekki. En þetta er sem metjá Daða? Já, það er engin fjármálaráðherra verið með aðra eins en þannig að sömuleyti þá erum við í einhverju leyti í svona annarri stöðu í pólitíkinni að þessi ríkisstjórn nýtur hefur meiri inneign heldur en bara frá hruni. Það er þannig. Þetta er bara allt annað blær yfir þessu. Já. Allt annað fyrir þau líka. Þarna sjáum við hérna, óvinsældir Bjarna að hann virtist vera að ná sér þarna. Það var hérna, stuðningur við að koma upp í 38% og andstæðan bara í 44%. Þá seldi hann Íslandsbanka og þá var bara 80% sem að treyst honum en 71% treyst honum bara alls ekki. Nei. Herðu, en hingað er komin gestur, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Við fengum þið hingað bara út af þessum tíðindum frá New York sem að maður séð út allan heim er að fólk að hérna bæði að undra sig á fréttinni í New York og í Bandaríkjunum. En fólk svona vinstramein í lífinu er að meta það sko, hvað merkingu hefur þetta fyrir mig? Hvað merkingu hefur þetta fyrir þig?
Ég myndi segja von. Ég vaknaði mjög glöð þegar ég sá þetta, eða þú veist, ég vaknaði og svo var ég mjög glöð þegar ég opnaði símann og sá þetta, því ég hugsaði bara mun ríka fólkið ná að sigra, þannig að hann sigri ekki. Mér hafði alveg áhyggjur af því, þannig mér finnst þetta svona vekja upp von og hann auðvitað með fullt af fólki með sér á bakvið sig og mér finnst þetta sýna bara að það vilji til þess að vera með þessar svona sósíalísku áherslur, valdið til fólksins, hann að tala við fólkið, fólkið, fyrir fólkið, hann ekki að þykjast vera einhver maður sem með alla lausnirnar, hann byggir þetta á svona breiðfylkingu og fær með sér 100.000 manns sjálfboðaliðar. 90.000 sjálfboðaliðar eftir honum sjálfum? Emitt. Það svolítið slatti. Sem að tala við fólk og bara heyra í íbúum New York borgar hvernig borgin að vera og hvað það þurfa að gera. Þannig að mér finnst þetta bara svona vekja upp von, þó þetta sé emitt í öðru landi, það svona vekur þetta upp von. Líka jákvæmt að sjá bara með við stöðun í Bandaríkjunum, að þá gefur þetta líka von vegna alls sem að gerast varðandi Trump, að þetta eitthvað svona mótvægi. Það eitt sem verið að ræða, hvort að þetta sýni að sko svarið við Trump og þessari hægri bylgju sé þetta, sé bara svona þetta eiginlega bara svona venjulegur sósíalismi frá svona 1950-60 sko. Þetta nú ekki róttaka það. Nei, emitt, og ég held það og fólk alveg að flikka sér á bakvið þessa hugmynd og líka bara, ég myndi segja, sýnileiki sé líka mikilvægur. Þarna ungur maður, hann múslimi, hann ekki hvítur og það skiptir alveg máli fyrir fólk sem voru að kjósa. Ég var að horfa á svona myndbend af stuðningsmönnum hann sem voru bara eitthvað að tala þetta. Ég held líka bara þessi kynslóðaskipti, þetta svo oft einhverju svona eldri kallmenn sem að stýra skútinni, þannig að líka bara svona hressandi að fá einhvern ungan mann sem talar á mannamáli. Hann 34 ára. Hvað tókum við? 33. Þannig að þú ekki ennþá lent í því að borgarstjóri New York yngri en þú. Nei. Það áfaki, sko. Það finnst mann að það orðið gaman. Það margir sem að vakna við það í morgun. Það fyrsta skipti í sögunni, þá borgarstjóri New York. Ég held að hann væri eldri. Fyrst held ég að hann væri eldri, sko. Þannig að Þú ert virkilega orðin gamall þegar páin yngri en þú. Herðu, en þessar tillögur sem hann með, það hefur nú verið rætt sumaræðum. Það til þess ókeypis í strætó. Finnst þetta ráðlegt? Nei. Hefur þú lagt tillögum? Ég hef lagt svo marga tillögur fram strætó. Ég held það, sko. Ég meina, þetta bara almenningsþjónusta sem við hefum öll rétt á, hún á að vera gjaldfrjáls og þetta eigum við bara öll að greiða sameiginlega sjóð og það ekki þannig. Við erum með ríkt fólk sem ekki að greiða jafn mikið og það ætti að vera að greiða svo við séum með mitt sanngirnan sameiginlega sjóð og það eitt af því sem hann að tala en maður velti fyrir sér hvort að muni ná þessu í gegn því það ekki bara hann einn sem ræði þessu, það þessi kona þarna sem ég man ekki hvað heitir þarna og fleiri sem að væntanlega þurfa að samþykkja þetta og konan sem að það eru kosningar bráðum ég man ekki hvað hann heitir en hann þarf að ná þessu í gegn Hann hefur möguleika á því að setja leigubremsu sem að þið í borgarstjórn getið ekki gert. Hann getur sett leigubremsu á næstu 1 milljón heimili sem eru bundin, þetta eru gömul lög frá því á síðustu öld sem hefur verið margt reynt til þess að brjóta niður. Svo sem verið bent á að það er svona ákveð óréttlætin í kerfinu að það er í sumum af þessu íbúðum, alls ekki öllum, að þá kannski férst þú leigusamning 1960 og ert að borga sko sára lítið, kannski bara 1/10 af því sem hún er að borga í næstu íbúðu liðina. Þannig að það hefur mikið verið gert úr þessu og ég held að það sé ýkt mjög hvernig þetta ástand er. En þið hafið í borginni, þið hafið enga möguleika á að setja leigubremsu? Nei, við gætum þetta haft áhrif á leigenda hjá félagsbústöðum en ekki á almennum markaði. Það er eitthvað sem við getum ekki og það eru svona víðari valdheimildir í Bandaríkjunum og ég var líka að reyna að átta mig á því hvernig bara borgarstjórnarkosningarnar fara fram varðandi kjör annarra borgarfulltrúa. Maður er svona að reyna að átta sig á því hvernig þetta er erlendis versus heima. Þetta er svona aðeins öðruvísi. Það er kosið í sérstökum hverfum, þannig að það væri borgarfulltrúi Fellakuris. Heldur það væri snudd? Já, ég held það. Það væri einminnskjörðanir. Já, Grafavogurinn yrði örugglega sáttur ánægður að fá sinn fulltrúa. Það eitt sem að gera því er að sá sem er kjörinn, hann verður sko að vera í samskiptum við sína. Þið sjáu þetta þegar þeir eru að ferðast sem í Bretland og svona, það var yfirleitt sko skrifstofa þingmannsins þarna eitthvað stað niður í bæ, í smærri bæjum
og þar hann verður að fara frá London og til Orkney, það þingmaður þar og hann þarf að mæta þar og hitta sitt fólk. En það er bara mjög hressandi að sjá fólk tala bara efnahagslegt réttlæti, hvernig staðan að vilja gera borgina bara þannig að það sé hægt að búa þar, að borgarbúar upplifa þetta sé þeirra borg, ekki bara svona borg sem við búum í og ná ekki að móta hana eða hafa áhrif á hvert stefnan sé að stefna og líka þetta með búðina, mér finnst það mjög athyglisvert að geta haft eitthvað svona opinbera búð, ég verð til að sjá það víðar, mér finnst það mjög athyglisvert og og mér finnst aldrei sérstakt að fólk eitthvað rosa hissa yfir þessu eins og þetta sé eitthvað svakalegt og drepi samkeppni og eitthvað, ég held að það sé bara frábært. Það talaðum að borgin myndi stofna eina búð í hverju hverfi, það var svolítið stór hverfin það er rosa 3 milljónir sem búa í Brooklyn þannig að svo búð hefur náttúrulega ekki áhrif á líf allra en það þessi hugmyndum að það verði að geta þá sýnt alveg eins og getur verið með opinbert húsalegu félög að þau geta einhvern veginn haft áhrif á markaðsverði langt út fyrir sig sem hugmynd. Við þurfum alltaf að borða. Ég myndir að segja að þetta væri hvatning til þín svona sem sósíalistans í borginni að fara bara í borgarstjóraslag. Já, ég heyrði daginn, það var einmitt einhver að spyrja hvað ég var gömul og sagði mér hvað hann var gamall og ég herði, nú komið nýtt markmið í lífinu, þetta bara fyrirmyndin mín. Þú veist, mér finnst þetta bara líka bara einhver sem talar að mannamáli og nýtir samfélagsmiðlana vel og ég svona viðurkenni fyrst þegar ég sá til hans og þekkti ekki til hans, þá sá ég eitthvað svona mann í jakkafötum og ég var eitthvað svona, ég ekki alveg viss, en svo byrjum maður að hlusta á skilaboðin og mér finnst þetta vera bara mjög sterk og öflug skilaboð og maður sér að hann með fólk á baku sig, þannig ég held að svo framalega sem maður með fólk á baku sig sem að stýra mann í rétt átt, þá þetta bara þarf að hlusta á það. Ég held að það sem að mér þótti svona einkenna hans baráttu alla var svolítið svona gleði. Það voru mikið gleði alltaf í kringum hann gerði mikið grín, hann gerði grín af sjálfum sér og gerði grín af andstæðingum sínum fyrir að gera grín af honum og þar fram til göttunum. Hann var mjög skemmtilegur. Það var engin brosaði oft mikið í gennum kosningabaráttu eins og þessi maður. Nei, og líka þegar hann var að grínast með þegar ríka fólki búið að setja svo mikla fjármuni að reyna að stoppa hana af og hann segir í einhvern spjallþætti bara eitthvað, ég var ekki eins og biðja þetta háar upphæðir í skattahækkun þannig að þetta var skemmtilegt að samt draga fram fáranleikan í þessu öllu því að voru við setti bara mjög háar upphæðir í að reyna að koma vekk fyrir að hann yrði næstu borgarstjóri, en ég meina fólki hefur talað og líka flott að sjá að það virðist fólk að skila sér á kjörstað og ungt fólk örgulega, ungt fólk reynilega og það bara mjög gott. Þannig að það er mikilvægt að sína hvað maður vill. Hann að selja þá hugmynd að almenningur geti haft áhrif á það hvernig New York þróast og það bara hefur ekki verið hugmyndir hingað til. Og mér finnst hann að lýsa samfélaginu þannig að við búum í borg hinnar ríku sem hefur verið aðlöguð að þörfum hinnar ríku og það orðið bara óbærilegt fyrir venjulegt fólk að búa þarna. Húsnæðisverðið allt of hátt, mataverðið allt of dýrt. Það erfitt að koma börnum í gæslu til þess að maður fari í vinnuna sem maður verður að hafa til þess að geta haldið út. Það hljóma bara eins og Reykjavík. Já, ég ætlaði að bara að segja. Þetta er saga sem á við marga borgir. Ég meina við lítum í kringum okkur og ungt fólk er að skoða fasteignaauglýsingar og spyr sér bara í hvað veruleika og ég get eignast eitthvað hús og þannig að þú veist og einmitt rándýrst að fara út í búð og þegar að maður hefur verið að réttlæta fyrir sér að kaupa kannski einhver tilbúin mat að þá er það orðið kannski svipa dýrt að fara bara versla í matinn og elda maður ætlar að hafa grammeti og meðlæti og allan pakkan Þannig að rándýrst og þetta gengur ekki. Nei, við þurfum að breyta þessu. Við sögum áðan frá því að starfsfólk á leikskólum í Reykjavík er að flýja yfir í önnur sveitafélög með Já, var þetta viðtal við Líf Magneiðdóttir, þau eru á fullu núna að skoða þessar ábendingar sem bárust í samráðsferlinu við tillögur Reykjavíkurborgar varðandi breytingar leikskólamálum, þannig ég veit að hópurinn er að finna mjög stíft að fara yfir þetta og það er bara mjög mikilvægt að kynna sér hvað fólk er að segja og ég veit að við erum borgarfulltrúarnir að lesa núna þessar athugasemdir, það eru skiptaskoðanir. Við ræddum í gær fréttaskýringu sem var á Vísi meðal framboðsmáli þín. Það var svona útgangspunktur var það hvort að þessir 3 dvergar sem eru í þingkosningunum
sem að ná ekki inn á þing, sem eru Píratar, VG og sósíalistar, hvort þau ætti ekki bara að saminast í frambúð. Ég held að það sé mjög margt sameiginlegt með kjósendum sósíalista og kjósendum VG. Ég held að það sé alveg ef við skoðum grunninn, bara stefnumálinu, hvernig nálgumst hlutina, þá myndi ég segja að það sé mjög margt sameiginlegt þar. Þetta þurfum við bara að spyrja okkur hvað við viljum og hvernig við viljum ná árangri. Hver eru þið í þessu sem eru að spyrja? Já, bara fólki sem að kýsa þessar 2 flokka. Ég tók þetta með nokkur ég tók því þannig líka. Sanna talar sem við. Nei, ég veit allavega að fyrir mitt leyti og það er mjög mikilvægt að koma í veg fyrir hægri stjórn í borginni. Og þannig að já, það er fólk að hafa samband og spyrja bara svona hvert planið, hvað að gera. Þú verður varfið svona væntingar fólks að þetta verði eitthvað svona eðlilegt framboð sem hægt að kjósa. Já, það sé fólk get aldrei svona spyrjandi bara ég sé ekki neitt flokk sem að ég get sett X við í sveitarstjórnarkosningum og ég vil að félagshyggjan rödd hennar haldi áfram í borginni. Sanna, hvað ég að gera? Er fólk sem það leita til þín því að það vill þig? Já, það er ekki saman vanda. Þú myndir ekki vita hvað þetta er að kjósa. Nei. Það er ekki kjörseðurinn frá því fyrir 4 árum talum. Einmitt. Já, þá bara Þá er ég í vandræðum. Það er flokkur þeirra sem að veit ekki hvað þeir ætla að kjósa. Það er svolítið sniðugt. En það er gott að vita hvað maður stendur fyrir. Ef maður veit hvað maður stendur fyrir, þá getur maður tekið skref áfram að það er félagshyggjan og það er sósíalisminn og það er einmitt þessi rödd fólksins stýrið því hvernig við búum í og borgarfulltrúar er ekkert eitthvað með lausnindar og svörun á hreinu. Við þurfum að fá umboð frá fólkinu til þess að knýja fram breytingar þá er fólksins. Ég var að reyfja upp í dag að Vinstri grænir buðu einu sinni fram Vinstri grænir og óháðir, það var að því að Ögmundur var ekki í flokknum. Var það ekki Alþýðubandalagið þegar það var formaður BSRB? Ég fekk mér þess að koma þetta á og Svanhildur Kópur líka, var sagt. Fyrir norðan eitthvað þar. Þetta var þannig að þegar hann var formaður BSRB og þá fór hann í framboð fyrir Alþýðubandalagið og þá var hann óháður. Svo bauð hann sig aftur fram sem BSRB, sem þingmaður þessa flokks og eftir það var hann bara hluti af listanum. Ég held að hann ekki segi frá þessu í bókinni, hann mati þetta þannig að hann hefði kannski ekki umboð félagana sem hefði kosið sér sem formaður BSRB til þess að gangi í eitthvað flokk og þess vegna var hann óáður og var ekki tengdur þessu, en svo starfaði með flokknum og þegar hann var endurkjörinn sem formaður BSRB þá mati hann að það væri búið að samþykkja það og þá var hann ekki óáður. Herðu, en takk fyrir að koma, við erum búið með fréttatíman okkar og María Lilja og Sigurjón Magnús og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og þið sem eru að hlusta. Minn ykkur á að þið sem eru að horfa á YouTube eða á Facebook að þið þurfa að bíða að finna nýtt streymi það sem að rauðaborðið er, en ef þú ert að hlusta í útvarpinu eða horfa í sjónvarpinu þá þarf engar áhyggjur að hafa. Rauðaborðið er hér eftir augnablik. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is